Sagnorð, skipta þau nokkru máli? Getum við ekki alveg talað án sagnorða? Sagnorð eða sagnir eru kjarni hverjar einustu setningar sem við myndum. Það segja frá því sem að gerist eða gerðist og hafa mjög mikil áhrif á það hvernig við skiljum setningunum. Sagnorð eru ómissandi eins og orð í öllum öðrum orðflokkum en kannski aðeins meira ómissandi því það er ekki hægt að búa til setningu án sagnorðs. Við getum auðvitað reynt að tjá okkur án sagnorða og jafnvel gert okkur skiljanleg. Hvernig myndum við lýsa fullkominni kvöldstund án sagnorða? Sjónvarp, PlayStation, einn heima, pizza, pepperoni, laukur, sveppir, ekki ananas, kertaljós, teppi. Þið skiljið hvert ég er að fara. Það er hins vegar hægt að búa til setningu með einu orði, sagnorði. Komdu, hlustaðu. Hvert sagnorð getur tekið á sig mjög margar myndir þegar við notum það. Þau breytast til dæmis þegar við tölum það sem að gerðist í gær og það sem er að gerast eða gerist á morgun. Takið eftir því hvernig sagnorðið gerast breytist. Þetta köllum við tíðbeygingu, en það er eitt af helstu einkennum sagnorða. Þau breytast eftir því hvort þau standa í nútíð eða þátíð. Og þannig getum við notað tíðbeygingu til að greina sagnorð frá öðrum orðum, því þau eru eini orðflokkurinn sem breytist eftir tíðum. Skoðum þetta betur. Ég fór í gær, ég fer í dag. Ég hljóp í gær, ég hleyp á morgun. Orðabókamynd sagnorða, eða sú útgáfa af orðinu sem við flettum upp í orðabók, er sú birtingamynd sagnorðsins sem kölluð er nafnháttur. Til að finna nafnhátt sagnorðs þá má setja nafnháttamerkið að fyrir framan sagnorðið. Ef við skoðum sagnirnar sem við tókum sem dæmi áðan og vorum að skoða hvernig beygðust í þátíð og nútíð, þá getum við séð nafnhátt þeirra á þennan hátt. Þessa beygingamynd sagnanna köllum við nafnhátt, en sagnorð hafa fleiri beygingamyndir og við munum rannsaka þær á ferðalaginu okkar lendur málfræðinnar. En núna vitum við að til að mynda setningu þá þarf sagnorð og að sagnorð eru orð sem breytast eftir því hvort við erum að nota þau í nútíð eða þátíð.